Nei, elska. Segðu hvað? Þau segðu ljómandi gott hérna. Hvað í gangi hérna? Sölusýning jólagleði í hestinum. Þetta erum við að gera hún glaða dag. Af hverju þú ekki með svona jólasveinahúfu eins og Óli? Óli skal láta mig hafa hana því ég er fæddur jólasveinn. Það er alveg nóg. Hörðu það, við erum aðeins frá hann. Já. Ég er alltaf að stakka á hann. Það er hérna... Það er bara... Það er með. Já. Hvað segir þið? Eru að reyna að fylla hérna? Vantar eitthvað í plásinn? Alltaf pláss fyrir góða hesta. Er það ekki? Ég veit að Grímur, hann er búinn að hæla þessum hesti, þá er hann góður. Ok. Hann er ekki vanur að fara með hlaupur þessi maður. Nei. Kemur að ljós. Já. Þú ert mætt þetta fyrir hestafesti. Talaðu við það, hann er svo málkýri. Viðar? Hann hefur alltaf eitthvað skemmtilegt að segja. Ekki núna. Ekki? Hann er íhuga. Ykkur er velkomið að fara hérna inn á gólfið og heilsa upp á það. Ekki. Blessósel. Nei. Ekki fókusera. Það myndi kannski segja til hvers hnakkur og þá fer maður að hugsa, jú, það eru ákveðin skilyrði sem maður setur sér þegar maður er að hugsa hnakk. Það er náttúrulega að hnakkurinn falli vel að knapanum, ef við byrjum á því að tala knapan, að manni líður vel í hnakknum, að hann sé mjúkur á sig að sitja í honum, haldi vel utan mann, eins og maður segir, þvingi mann ekki í sæti, því það er vilt oft bregða við að það er að framleiða alls snakka sem eru mótandi, það er að segja að knapinn hefur ekki svigrúm fyrir sín sæti, því að við erum öll misjafnlega vaxin og þess vegna þurfum við að gæta alltaf að því að knappunum sé ekki að stíga okkur of mikið, því að það þarf hver knappi sitt svigrúm og sína aðstöðu í hnappnum, að geta hreyft sig og að púðandi sé ekki og hringandi og sæti sé heldur ekki og lítið. Nú, þegar við hugsaum aftur á móti hestinn, þá þarf náttúrulega að vera hestvægt og það er akkúrat það sem við erum alltaf að leita eftir, að virkið sé gott í naglum, það sé sveigjanlegt. Og lýsingin á skipti er þannig hægur og þægilegur töftari, hentar öllum toppreiðustu. Hann Guðmar Auðbergsson verður með erindi hérna á eftir og síðan fáum við einkanann Helga Björns og með honum, hluta af reiðmönnum myndana skilst mér. Þarna kemur hestur Braut, það er hann Frans frá Miðkoti, hann er rauðskjóttur, faðir er Dynjaminn frá Miðkoti, móðir er Toppa frá Miðkoti og knapi og umráðamaður er Ólafur Þórisson. Og Frans er 6 gamall. Með honum er síðan sem er ekki í þjálfur. Þegar hann er komin í það að þjálfa mig og brúka mig og þá þarf hann mig. En langbesta mælistikan á það er eiginlega matið á hóndafærslu. Er hesturinn að grennast eða er hesturinn að gýrna þegar hann er á húsi. Það er í rauninni langbesta matur. Þá er ég hérna með annað blað sem er í rauninni aðstoðar við að meta hóndafar hestana. Og já, í rauninni sko 5 kíló hegi, vatn og saltsteinn, það á að duga grunnþörf hestsins og þegar fyrir að líða á það kemur meira. Hvaða orðalegi mælið þú með? Það er bara eftir að koma út með síðanbölur, eins og ég sagði. Það er síðast er á hættu. Þú hefur ekki eftir þetta, það er nýtt. En þarna komið samt í góður punktur, þegar við erum að tala verð á ormaljum, að það er í rauninni miðað við það hvernig hvaða kostar orðið að hafa hest á húsi. Það er orðið töluvert mikið dýrt að hafa hest á húsi, að góðra hesti er undir og framvegis. Þá fer það í rauninni að verða aukaatriði hvort að ormaljið, nú erum við ormaljusskattur úr hesti sem þú gafst núna kostar 1000 kall eða 3000 kall eða hvað það er, því það er orðið mjög lítill hluti af heildarkostnaði. Matur í hárafæri og ormasjúkur.
gefur mikið og hvað gefur oft? Panakur hérna gamalt efni búið að lengi og margar. Ég gef fullorðsmesti 30 millilítra og ef hann er sýnilega sjúkur á ormum þá er alltaf að gefa það í náttúrulega í röð 3 daga. En hvað hefur þú að gefa þá í 30 viku? Daglega? Nei, einu viku. Ég myndi miklu frekar af því að virkni panakús er það stutt, þá myndi ég frekar gefa það daglega í nokkra daga heldur en einu svona viku í nokkra viku. Hvað er þú að gefa strákunni hjá marga skapla á dag? Ég hef ekki kýmt alveg kæft í að nefna þetta. Það er ekki hérna. Það er spurningar. Talum það við okkur að við myndum fá einn svona gæfan, góðan undir okkur og við varum tveir saman á hann snýri aftur og ég fram og svo myndum við taka lagið. Siggi Sig sagðist vera með einn svona sestir okkur. Ég veit ekki það lífur því svo langur til. En það var ekki aðalatriði, við ætlum að koma og syngja þetta nokkur lög. Inn í ykkur aðeins og heitt kakó og opnin hérna. Við erum alveg að drepa skulda þetta. Þannig að hérna, þess að byrja bara á einu svona, einnig smá sveiflu þar sem að karlmenni geta svona lært aðeins þessa elvins sveiflu sem að hérna hefur verið þekkt í gegnum tíðina. Má ég sjá, Viðar? Strákar, má ég sjá hérna sveifluna hérna, taka þennan hérna. Það er engar undirtektir þess. Við sem að syngja bara eitt leiðir eitthvað við og svo sjáum hvort við getum náðum í þetta. Tökum þá hérna ég komið heim. Það var rólegt. Völlur grænn og vetur og vermir, sólin grunn. Kem ég heim og hitti þig, verja á þér alla stund. Við byggjum saman bæ í sveit sem heim. Takk fyrir. Þetta er helviti flott svið sem er hérna, ég veit ekki hvort að Marteinn, er þetta stundum að maður sé svolítið á ferðinni hérna? Og hérna, hæ Það er að koma að syngja? Og hver var í því? Já, YouTube, þetta er YouTube-pallurinn, já, ég sé það bara. Akkurat, hann er vanur þessu pallurinn. Og svo það er bara þessi hérna, bara þessi. Ég þekki bara svona. Nei, og ekki allir, bara þessi, sko. Já. Þú veist, það er ekkert lúk á þessu. Það skulum pröfa, sko. Ekki að setja í gang. Besti vinur bak við fjöllin á Værinn flytur minn kveðju Við ættum nú frekar að taka lagið okkar. Syngja þú dansar. Manstu ekki sumarkvöldin sæl við sátum við dansins færin og hlýddum undir ljós á hörpum hinnar og áttum fögur ástæð ég vakinn nætur og vænti þín. Og ég hvað við sögum aðeins hæða reyn og aðeins hæða reyn. Halló, 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 við látum skemmta skein. Halló, 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 við látum skemmta skein. Það vatnar líf og bráðum lítur heim. Til að verðu mér í stóra hesta hagi, ég er í þessu dragi, á vaki laufinu.